Já, hæ krabbi. Þið að gera spá fyrir ykkur. Svona, hvað er ykkar energy, svona næstu 3 mánuði, þá svona, eitthvað. Hvað er svona bara næstunni. Og ég var búin að draga hérna fyrir ykkur úr Isis Oracle spilunum mínum. Og ég birti á Völuspá svar úr þessu hérna. Eða svona, þetta er svona eitthvað skilaboð frá Isis. Það stendur hérna, stay true and be in the power. You are a sovereign divine being with a spiritual authority and freedom within. You do not need permission from anyone to be who you are and live your life as you so choose. This is your divine birthright. Guard it as the precious treasure that is, and remember that you are a divine being free to be you. Og það er svona, já, það getur pása og lesi. Og svo langar mig að lesa líka hérna, þetta hér, spil. Og það segir bara hérna, scales of balance. Balance and give and take, directing and flowing, play and solitude are ways to heal the relationship between the inner masculine and feminine energies. Connection with the body is the most powerful form of healing for the feminine energy, as it holds the secrets to divine feminine wisdom. So dance, sing, play. Já. Og það sem að mér fannst hjá ykkur krabbi það er kannski búið að vera alveg rosalega mikið að gera hjá okkur. Mikið að vinna og þeir eru kannski með eitthvað svona ný verkefni eða eitthvað nýtt, eitthvað sem þið eru að framkvæma eða eitthvað. Og það er svona, eins og mér finnst á þessu sko að Isis, hún er bara svona að segja, að það er svona kannski allt í lagi að sko gefa sér tíma að hafa gaman. Það er bara svo mikilvægt. Og já, það er allan að þetta er það sem ég fannst hjá ykkur. Og ég ætla hérna krabbi að fá stjörnumerki hérna fyrir ykkur. Það kemur upp fyrir krabban. Þið fáið hrútinn, sportdrykka. Já, svona nóvember, það eru eitthvað svona kannski einhverja breytingar sem að fara að gera eða einhverja ákvörðun sem taki kannski líka. Eða það er svona eitthvað svona, já, eitthvað sem að svona geti verið kannski eitthvað verkefni eða út geti eitthvað tengst eitthvað samt við skóla eða eitthvað námskeið, eitthvað sem dettur inn eða eitthvað. Og það er allan einhverjum svona breytingar sem eru að koma inn sko. Svo náttúrulega getur verið eitthvað hérna í hrútsmerkinu og sportdrykkanum. Og nummer 5, það getur verið líka naut hérna líka. Naut eða tvíburi, þess vegna sko. Og ljónið. Og hvaða sjakra þurfið þið svona einblína á? Hvað er svona blokkun eða hvað er svona þurfið svona einblína ykkur á fyrir ykkur krabban? Já, það er bara vinur og fjölskylda og svona, það er svona kannski ekkert beinlínis blokkun þetta, en það getur verið bara, bara vera þarna í flóinu og það er líka gott að svona einblína sér á það kannski líka, það sem kannski skiptir máli. Já. Rút það er svona rótin allir, það er svona forgangsraða sem skiptir
mestu máli. Það svona rótin. Svona rótin á trénu til dæmis, á lífsins-trénu. Það rótin og það getur verið bara þið sjálf, að sé kannski þannig. En það alltaf gott að meditata. Eða, já, svona hafa eitthvað rautt í kringu sig. Sjá, ég var búin að setja mér það rautt hérna fyrir ykkur. Svona jóla. En já, ég ætla að fá eitt hérna fyrir, hvað er það, þessi hérna. Ég ætla að gera svolítið öðru sem ég var ekki búin að gera við hinnar spánar, það var bara, ég ætla að nota þetta hérna líka, svona, þetta eru útskýringar á spilinu. Eitt fyrir krabbann. Já, þið fáið þetta hérna, þetta hérna spil. Það er hérna Sun and the Moon, það er þetta balans hérna á milli, þetta kemur alveg sterkt inn hjá ykkur, Sun and the Moon. Og það er kannski, eru þið alveg þarna, skilur þið eru svolítið mikilvægur balans og þarna er gullna eggið. Og það er svona góða fréttir. Það er eitthvað sem kemur þarna til ykkar. En ég ætla að lesa, þetta númer hvað? 7 og þetta er Skorpjó. Og Skorpjó er oft líka, svona endir og nýbyrjun, kannski endur gera eitthvað eða eitthvað fleiri sko. Já, ég skal lesa hérna, sjá hvað það segir hérna fyrir ykkur. En þetta spil segir að þetta þýðir sko betrayal, falseness, lies and detours. It can also stand for girlfriend, sister, lady friend og eitthvað svona. Já, það gæti kannski, já, kannski eitthvað svona í kringu hjá okkur. Það hafi verið svona, það er eitthvað sem þið treysti ekki kannski. En mín útgáfa svo var miklu betri. Já, svo ætla ég að fá hérna úr þessu Oracle spilum og það eru tölur hérna og ég ætla að fá 2 og þið fáið þá englanúmer sem er úr því og getur þá sko fara á neti og googla bara ykkar englanúmer sem þetta eru skilaboð til ykkar og það er ekki alltaf sama í öllum sko. Og það er nefnilega svo furðulegt að það kemur alltaf eitthvað sem við þurfum að heyra og vita. Passar alltaf einhvern veginn. Þurfum bara að vera opin fyrir því. Fáum hérna 2 fyrir krabbann. Sjá að vera að vita í varandi. Já. Það er svona að vera að vita. Fyrir krabbann. Það er þess að sjá hér og vita. Já. Þið fáið númer 8, 10 og 5. Já, það getur verið sé eitthvað svona kannski peningaágjur, trapped in fear og þá að þeir eru kannski að ofhugsa og svona þeir eru að reyna að finna út hvað að gera og hvernig að vinna úr hlutunum. Það er svolítið svona þannig kannski ómikið í gangi og svo fáið þið hérna harvest. Það er kannski þessar breytingar sem eru að koma í nóvember sem að þið sjáu svona einhverja, já, svona fænála útkomu eða það er kannski, já, eins og mér finnst hérna, það er eins og þeir eru svona mikið búin að vera að spá varðandi fjárhæðin,
hvernig sko best að gera, hvað leiðir að fara og eitthvað svoleiðis sko. En ég segi hérna, það eru breytingar og þetta góða breytingar sem að koma og það bara hérna í nóvember sko. Og þið hafið kannski einhverja áhyggjur sem eru kannski bara óþarfar. Ég fann alveg sko 8 hérna. Ég fann sko að hérna það að koma einhverju peningar inn og eitthvað svoleiðis. Eitthvað sándi við kannski ljón eða eitthvað, það eitthvað júlí, ágúst. Eitthvað svona, já, svona pælingar síðan þá. Með eitthvað framkvæmdi kannski eða eitthvað. Gæti verið einhverju ljónsmerkinu hérna hjá okkur líka. En já, höldum áfram. Það fá hérna þessu líka, það sem ég var búin að skrifa fyrir löngu. Já, að fá eitt fyrir krabbann. Ég var aðeins dættan út. Númer 21. Brett, be good to yourself. You need to nourish yourself or another person close to you. You need to think about your faith or old habits could come up again. Just be careful not to help others too much that it could come down to your health. Já. Gæti verið bara tengt mataræðinu að þeir eru kannski mikið að spá svona mataræði eða hvað að gera svona fyrir það verður svona kannski þannig framöndan að þeir eru svona taka ykkur alveg svolítið í gegn kannski og já og gæti verið að segja líka að það er eitthvað svona nýtt að koma inn sko sem að já, sem þeir eru að bíða til. Og svo fá ég hérna bone. Inner strength comes deep inside, strength and affirmation. You are a person that others look up to. You have the strength to succeed in life. Þetta já, þú veist, þið eru bara eftir að yfirkoma allt, þetta allt eitthvað svona óþarfa áhyggjur af því að það svona hjá okkur já abundance prosperity en já, ég ætla að fá þetta meira fyrir okkur já, tilhögun, hvað er þetta krabbin að sjá að vera að vita. Við fáum þetta fleifur í ljónið áttur. Það meira fyrir krabban. Það bara svona, það svo núna sko, þið hafa kannski verið svolítið í fyrstu höstum að hvernig ná að gera hlutina og eitthvað slið sko, en það svo að núna bara á næstu 3 mánuði sko, þið eftir að sjá bara svo mikið breytingu á sjálfan ykkur, þið eru svona allir svona action, þið taka ákvarðanir, taka stjórnina og það bara svona eftir að já, þeir eru eftir að afreka
svo mikið að þeir eru bara svolítið hissa á sjálfun eitthvað líka, sko. Og ég sé hérna ljón og hrútinn. Það gæti verið hrútuljón og bóamaður hérna kring hjá okkur. Það gæti verið líka að þið þurfum að gera eitthvað plön, setja eitthvað fyrir, setja eitthvað planir og svona rosalega mikið svona eitthvað action og svona og þurfa að vera að gera eitthvað á næstu 3 mánuðina. Hvað meira fyrir krabbann? Hvað meira fyrir krabbann? Þetta fengu 5-5 og það er svo hérna og það er búið að vera rosalega hafið kannski svona verið að draga ykkur svolítið mikið niður og það er kannski þetta hérna spil sem að kemur hérna og það er hérna eitthvað sem þið eru eftir að yfirkoma. Þetta er allt í raun og veru alltaf hausinn á manni, sko, sem að gera þetta. Það er ekkert sem þið geta komast yfir, sko, ef þið hafa með áhyggjur yfir ykkur, sko. En já, fáum eitthvað meira fyrir næstu 3 mánuði. Hvað er það sem að krabbi fyrir að sjá þér og vita? Næstu 3 mánuðina. Já, það er eitthvað nýtt verkefni og það gæti verið eitthvað samt við Empress hérna og það gæti verið eitthvað óléttur eða eitthvað fréttir það kannski sem þið fáið ef það er ekki komið. En það er eitthvað svona, eitthvað sem að kemur upp á sem að hérna eitthvað ný verkefni og eitthvað svona sem að þið þurfa svona að, já, takast á við eitthvað fyrir, sko. En það er eins og að það kemur rosalega sterkt hérna hjá krabbi, hérna bara eins og að þeir svona bara, já, að koma niður á jörðina einhvern veginn, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvar það voru. En það er svo, hérna, já, það er bara svona, þeir eru svona að sjá í gegnum hluti, hvernig ná að gera hlutina. Þeir eru svona, þeir eru að fara að setja svona planir, þeir eru að skrifa niður, fara í gegnum hlutina, það er rosalega mikið svona hjá okkur og þeir eru kannski búin að ofhugsa þetta svolítið. Og þetta er svona eitthvað svolítið stemmið. Já, ég er komin 8:49. En ég ætlaði svona að sjá meira fyrir ykkur. Hvað með ástarlífið? Ég ætlaði að gera nefnilega single og svo hérna þeir sem eru í sambandi. Ég ætla að byrja á singles og þess að ég er svona að prófa mig áfram í þessu. Fyrir single, hvað þarf krabban að vita? Single, hvað þarf krabban að vita?
Já, ég sé hérna, það einhver hérna gabbi sem að horfa tilbaka og svona, það er svona past heartbreak eða eitthvað manneskja sem að við voru í sambandi við og eitthvað svona, það er svona, er eitthvað að vera svona gæjast á hvort annað kannski eða eitthvað svolítið sko, getur verið og það er svona, það er eins og þeir eru svona spá hvort þegar ég að gera eitthvað, taka ákvörðun, að gera eitthvað meira eða eitthvað svolítið sko og þetta er svona, já, ég sé hérna, það er svona að vera að spá og spekulera og eitthvað með bókina eða eitthvað og spá og spekulera. Það er eitthvað svona að horfa á okkur. Þetta er Harry Potter spilið mín sko. Já, það gæti eitthvað, þetta er svona eitthvað tengstu bækur eða eitthvað svona, eða það bara, já. En það er eins og að segja eitthvað svona komin og þetta getur tengst bara núna í desember svona, já, ég veit ekki hvað að segja. Það er september. Það gæti alveg verið 2 manneskjur sem að þeir að svona spá og spekular í og það er svona ein manneskja sem er að koma inn sem að svona þið hafi verið svona í sambandi við og svona fram og tilbaka og svo er önnur manneskja sem að þið hafi hérna átt svona lengra samband með og svo er hérna einhver ný manneskja. Og það er svona, já, það er verið að spá og spekulera. En já, ég ætla að fá að vita það sem er í sambandi. Svona, hvað gerast þar? Það sem er í sambandi, hvað gerast þar? Hvað kappanum? Látum þetta vera á hérna. Ekkert nema góða fréttir. Já, það gæti verið bara svona. Já, ég sé þetta. Hérna kemur bara hérna. Hversu lovely. Það er alltaf þegar kemur sko sama þá er þetta par og í löngu sambandi og þetta var alveg bara svona tilvalið hérna. Og það er eitthvað svona, já, getur verið bara, það er ekkert að frétta þetta nema bara gott og það er svona, já, bara, það er eitthvað að vera að spá svona bara, og svona vörn, eitthvað samt við, það er eitthvað samt peninga og svona hvað að gera á eitthvað hlið sko, það er ekkert annað hérna, ég bara get ekki þess, og það er bara svona pælingar, svona, já, það er bara eitthvað svona pælingar, ég get ekki sagt mér að þetta er bara ljómandi. Það er ekkert einu svona, ég myndi segja eða ég myndi sjá eitthvað svona, eitthvað að vera að spá við ferðalagi, flytja eða eitthvað sko, þetta er bara svona svolítið bara svona pælingar svona inn á við bara svona, með peninga. Og það er alltaf snýst allt um peninga. Jóvanni. En já, þetta má að fá
meira. Já, ég ætla að fá þessu hérna. Það meira fyrir krabbann næstu 3 mánuðina. Það sem það sjá hér og vita fyrir krabbann í landi. Næturkops. Það eitthvað svona bara á næstunni það getur verið þess að þau eru single, þá svona eitthvað að vera einhver að koma inn og það getur verið einhver í naut með á steingitinni allan þessi manneskja mjög stöðu og vel sett og allt svoleiðis vel settur. Og það svona verið að spá og spekula hvort þú getur treyst þessara mannesku eða hvort það svona eins og það eitthvað svona verið ákvörðun með það. Og það getur verið líka bara varða að taka ákvörðuntöku varðandi skóla eða einhverju svona þetta eitthvað svona sem að það getur verið eign eða eitthvað líka. Og það svona að vera eitthvað að spá og spekula með það og þetta getur verið að skrifa undir eitthvað líka. Og það svona eins og að koma kannski tilboð kannski inn á einhverju með eitthvað kaup eða eitthvað, gæti verið eitthvað svoleiðis og það svona að vera að spá og spekula og það eins og að það verði tekin já ég skal sjá bara hvað kemur út úr þessu, hvað meira, já. Það ég vil ekki bara segja það bara. Það eitthvað samt svona, ég ekki viss hvort ég taka þessu tilboði eða hvað ég að gera og það svona, já þetta svolítið stress og kvíði svona hvað að gera að þetta eins og þú þurfa að taka þessu ákvörðun bara strax. Hvort það sé alveg rétt eða hvað. Og já, nú skulum fá meira hérna. Hvað þarf krabbinn að sjá að vita. Svo þetta fyrir marga og svona þið bara takið það sem að passa við ykkur. Það því sem að stjórnið ykkar á framtíð. Og það ekki allir á sama stað, sem sagt. En samt svona. Hvað meira það krabbinn að heyra, sjá að vita, Hælandi, Universe Being, 3 once. Já, svo næstu 3 mánuðir svona svona bara, hefur verið svona miða við, svona næstu, hvað skal gera á næstunni og svona, og taka svona ákvörðunni, hvað rétt skal gera. Hvað meira fyrir krabbann, við sjá að heyra og vita. Já, en það svona fyrir bara að taka ákvörðunum og já, hvað skal gera. Það eitthvað svona, já, þurfa að vera kannski samstarf með öðrum kannski líka eða eitthvað. Ég veit ekki hvað að segja. Og eitt svona lokað hérna fyrir krabba, hvað það sé og heyra og vita. Já. Það gæti að varða eitthvað samt við flutninga eða eitthvað ferð eða hvort það eitthvað svona hvað það gera.
taka ákvörðun um þetta. Það verður svolítið svona þessi 3 mánuðir og eins og það er svona smá pressa hvað við skal gera. Það kemur bara sterkt í spilunum hérna. Það er bara þetta ennandi sem kemur inn hjá okkur. Og það er svona, já. En það kemur enn eitthvað tilboð eða eitthvað svona eins og þeir taka ákvörðuntöku og svona. Og mér sýnist þau bara taka hana. Taka þessu tilboði. Þetta ekki. Gæti eitthvað týnst í janúar líka. En já, hvað meira fyrir ykkur? Það ekki bara búin held ég. Já, það bara láta þetta og ég ætla að vona að það eitthvað gert fyrir ykkur. Bye.